Já, komið sæl aftur og velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum upp hér á Egilsstöðum, hér er allt að gerast og hingað í sófann til mín er komin Heiður Vigfúsdóttir, hún er framkvæmdastjóri Vökbaðs. Ef að byrja því, hvað er það? Já, það er sem sagt baðstaður sem er í uppbyggingu við Urriðavatn og Urriðavatn er bara staðsett hérna 5 kílómetra frá Egilsstöðum og þetta verður sem sagt bara stefnt að verður opnun 2019 á þessum baðstað sem er bara svona í anda, hvað getur sagt, það er náttúrulega alveg sína sérstöðu en þetta er svona í þeim klassa, allavega erum við að nota sömu arkitekta og hönnuði sem að koma að Bláa lóninu og jarðböðunum og þannig að við erum alveg að tala um mjög faglega og flotta yfirbyggingu og risastórt laugasvæði eða hérna. En þessi staðsetning er nú ekki valin að handahófi, þetta á sér gamla og mikla sögu, tuskuvakir, hvað er það? Já, það var nú spyrjið. Sem sagt, ástæðan fyrir að hitaveitan var til, hitaveita Egilsstaða og Fella, er að sem sagt, í gamla daga þegar ísinn lagði á Urriðavatni, þá mynduðu sem sagt svona vakir á ísnum sem voru þá kallaðir tuskuvakir og sem vildi meina að þarna byggi skrímsli tuska eða einhvers konar skrímsli eða jafnvel Lagarfljótsormurinn hefði aðgang í Urriðavatnið með einhverjum undirgöngum og spúði eldi og bræddi ísinn. Þetta hefur nú verið tilefni í margar sögur. Já, einmitt. Vá. En síðan sem sagt, já, var farið að spá fyrir því að þarna væru heitar uppsprettur og þá komst hitaveitan á slóðina og á sporið og fór að virkja þarna hólur og verður til þess að hér er heitt vatn við Egilsstaði og nágrenni. Og þessar vakir eru þá í raun og veru bara heita vatni sem kemur þarna upp? Já, en nú er náttúrulega búið að virkja þessar borhólur en okkur fannst upplagt að ná í þessa gömlu sögu og svolítið endurvekja vakirnar og byggja þarna út í ákveðna potta sem munu líkjast þessum vökum og nýta heita vatnið. En sko, þetta er náttúrulega Urriðavatnið samt sjálft er kalt. Já, vissulega, jú. Og hvernig svona bara verkfræðilega á þetta að geta gerst? Hvernig? Þetta er náttúrulega, við erum náttúrulega ekki búin að klára hanna þessar vakir sjálfar, en þær eru bara í vinnslu, hvernig við byggjum þarna út í vatnið. En allt annað sem tengist bara laugunum sem eru nær húsinu eru náttúrulega bara, sem við þekkjum hvernig við byggjum, það er náttúrulega bara þekkt hönnun. En þetta er fyrsti, svona baðstaðurinn á Austurlandi, er það ekki rétt? Jú, algjörlega. Þetta er það er svolítið langt í rauninni í næstu baðstaði, það eru jarðböðin fyrir norðan og svo jafnvel held ég ekki fyrir bara á Laugavatni þegar við erum komin allavega þangað sem eru svona fyrir utan sundlaugur og annað því líkt. Það er náttúrulega búið að gera markaðsrannsóknir og það er það ekki og hvað áætliði, þið ætla að opna þess eftir ár? Já, það er stefnt að opna 2019, já. Þvílíkur dugnað, hvernig ætli að fara því? Já, það þarf bara að halda svolítið vel á spöðunum og eins og við segjum, bara svo lengi sem er ekki mörg ljón í veginum hjá okkur, þá á þetta allt saman að ganga. Við erum alveg með innvalalið, verkfræðingum og arkitektum og öðrum hönnuðum og nú eru bara stífir vikulegir hönnunarfundir og teikningar liggja fyrir, þannig að nú erum við bara svona að ganga frá ýmsum lausum endum og þetta á allt saman að geta gengið við lífið mína. Þeir sem þekkja þig voru ekkert mjög hissa að þú hafi verið fengið til verksins að vera framkvæmdastjóri. Þú ert svolítið í duglega liðinu, það er alveg hægt að fullyrða það. Já, eða á virka liðinu, ég veit ekki hvernig þú vilt orða það. Hvernig kom það til? Hvað varst að gera áður en að þetta kom til? Ég á mitt eigið fyrirtæki á Egilsstöðum sem heitir Austurför og stofnaði það 2012. Og það hefur verið að sinna, verið mikið í ferðamálum. Við byrjuðum svona áherslan var ferðaskrifstofa, vorum að reyna að selja þess afþreyingu hérna á Austurlandi og einnig með svona alls konar viðburðastjórnun. Síðan þróaðist þetta í rauninni hérna út í þar sem við erum núna að reka Egilsstaðastofu og á sama stað er tjaldsvæðið á Egilsstöðum, þannig að við rekum heilsárstjaldsvæði sem er bara opið 24/7 eins og við segjum, það er hægt að komast þar í aðstöðu allan ársins hring, bara góða aðstöðu og þvottavél og þurrkara og ýmislegt. Og er hún nýtt allt árið? Já, vissulega. Það er alveg bara ótrúlegt hvað við erum með, það er kannski einn og einn bíll sem eru ekki margir í tjaldi en
en það koma þarna bílar og nýta þjónustuna. Já. Þannig að þú ert búin að vera með puttan á púlsinum í ferðamálunum mjög lengi hérna. Já, ég er búin að því og hérna. Hver er þróunin ef þú ferði yfir það bara svona á hraðavaðinu? Þróunin þá í ferðamálum hérna? Já, þróunin hefur náttúrulega verið þannig að, þú veist, vissulega ef við berum okkur saman við önnur landsvæði, þá hefur við verið svolítið aftar á merinni. Við hefum verið svona í því að berjast fyrir að fá hérna fleiri ferðamenn til okkar. Þó að þeim hafi alltaf farið hérna ört vaxandi, en samt hefur við ekki fengið einn stóra sneið á kökunum sem við viljum fá. Og hérna, og þannig að, já, það hefur kannski, þú veist, það má bara alltaf, þú veist, það alltaf staðsetningin, það alltaf lengst frá höfuðborginni. Og svo hefur við svolítið verið að berjast fyrir innanlandsflugin okkar sem okkur þykir hérna standa ansi mikið í vegi fyrir bæði þróun varðandi ferðamenn og svo bara aðra þróun hérna á svæðinu. Þetta stendur okkur verulega fyrir þrifum. Er það þá helst verðlagningin? Verðlagið á hérna innanlandsfluginu. Hún er eiginlega bara að okkur finnst mjög óásættanleg. Hverju myndi það breyta ef það kæmi hlið hérna inn almennilega? Ég meina það væri, þið eru náttúrulega með Seyðisfjörð og Norræn og það allt saman, en ef að flugvöllurinn hér yrði millilandaflugvöllur? Já, þetta er góð spurning. Ég held að hérna, þetta myndi breyta bara svo gífurlega miklu. Að bæði að fá hérna, ef þú ert þá að vísa til að fá beint flugvöllinn inn sem að þykir held ég bara töluvert líklegur leið að við fáum baðstað eins og hérna við erum að byggja upp núna, þennan stóra flotta afþreyingastað, að þá heyri ég að millilandaflugin eru mun spenntari fyrir að koma hérna. Við hefum heyrt það svona í gegnum annan aðila, þú veist að þetta við kannski vantar svona þennan segul inn á svæðið okkar. Bláa lónið er það náttúrulega svo sannarlega fyrir sunnan. Já, vissulega, og það vantar oft svona eitthvað til þess að fá fólk til þess að grípa það að ákveða að vera hér og dvelja jafnvel lengur. Þannig að þið ætlið að miða á þennan túristahóp í raun, sem bara á Evrópu, hvar eru markaðirnir ykkar? Já, það hérna, sko, þú veist, ég hugsa til að byrja með verði við hérna með þessa bara walk-in hérna ferðamenn sem að koma hérna. Það eru mikið ferðamenn sem að koma hérna bara í bílum á eigin vegum. Við erum ekki að stíla inn á rútutrafík hérna endilega eða skipulega hópa. Þannig að hérna að við munum bara áfram fylgjast vel með og skipulega okkur út frá þróuninni. Og þið ætlaði að fá 50.000 í heimsókn fyrsta árið? Já, lágmark í rauninni. Það svolítið var hérna, við erum hérna teljum okkur vera áætla bara varfærnislega með það. Og hérna held að það sé bara mjög raunhæft að það sé algjört lágmark. Þetta er rosalega spennandi verkefni og þú veist í hvað tíminn fer á næstunni væntanlega. Já, hann hefur alltaf verið á skornum skammti einhvern veginn og ég held ég virki nú bara best þannig. Já. Heiður, þakka þér kærlega fyrir að koma og gangi þér sem best með þetta verkefni. Takk fyrir kærlega. Og við höldum áfram hér eftir stutta stund.